Friðrik Sófusson. Nei. Geir Gunnarsson. Já. Geir H. Haarde. Nei. Guðmundur Bjarnason. Nei. Guðmundur G. Þórarinsson. Guðni Ágústsson. Nei. Guðrún Helgadóttir. Já. Hjörleifur Guttormsson. Já. Hreggviður Jónsson. Já. Ingibjörn Albertsson. Já. Jóhanna Sigurðardóttir. Nei. Jón Baldvin Hannibalsson. Nei. Nei. Jón Sigurðsson. Jón Sæmundur Sigurjónsson. Nei. Kjartan Jóhannsson. Nei. Kristín Einarsdóttir. Kristín Halldórsdóttir. Matthías Bjarnason. Já. Matthías Matthísson. Nei. Málfríður Sigurðardóttir. Ólafur G. Einarsson. Ólafur Þ. Þórðarsson. Þingmaður að gera grein fyrir atkvæði sín. Herra forseti, mér sýnist meiri nauðsyn hér á landi að skerpa skilin á milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds til að þetta stefni í þveröfuga átt að blanda því saman sem að þyrfti að aðskilja betur en gert og segi því nei. Þingmaðurinn segir nei. Jón Kristjánsson segir nei. Nafnakallið hefur farið þannig að já hafa sagt 16, nei sögðu 22, 4 greiða ekki atkvæði. Breytingartillagan er því felld með 22 atkvæðum gegn 16. Breytingartillaga á þingskjali 438 er dregin tilbaka. Kemur það til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 479, 5 og 8 frá Matthíasi Bjarnasyni. Það er 21. grein orðist svo sem það segir. Þeir háttvirtir þingnefndarmenn, það er farið fram á nafnakall og verður haldið í því. Upp kemur talan 28. Samþykkja breytingartillögunnar segir já, þeir sem á móti eru segir nei. Málfríður Sigurðardóttir. Já. Ólafur G. Einarsson. Nei. Ólafur Þ. Þórðarsson. Ólafur Þ. Þórðarsson greiðir ekki atkvæði. Óli Þ. Guðbjartsson. Já. Þ. Pétursson. Nei. Pálmi Jónsson. Já. Ragnar Arnars. Já. Ragnhildur Helgadóttir. Sighvatur Björgvinsson. Sighvatur Björgvinsson segir já. Stefán Valgeirsson segir já. Steingrímur Hermannsson. Nei. Steingrímur J. Sigfússon. Já. Kristín Pétursson. Nei. Þorsteinn Pálsson. Nei. Þórhildur Þorleifsdóttir. Já. Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir. Já. Albert Guðmundsson. Já. Alexander Stefánsson. Nei. Árni Gunnarsson. Nei. Sólveig Pétursdóttir. Nei. Eggert Haukdal. Já. Friðjón Þórðarsson. Já. Friðrik Sófusson. Nei. Geir Gunnarsson. Já. Geir H. Haarde. Nei. Guðmundur Bjarnason. Guðmundur G. Þórarinsson. Nei. Guðni Ágústsson. Nei. Guðrún Helgadóttir. Já. Hjörleifur Guttormsson. Þingmaður að gera grein fyrir atkvæði sín.
Herra forseti, við Alþýðubandalagsmenn höfum lagt til að gildi lag fiskveiðistjórn væri ótímabundin. Sú tillaga var miðuð við að okkar tillögur til breytinga á frumvarpi stjórn fiskveiða næðu fram að ganga þannig að þau væru ákvæði frumvarpsins og væntanlegra laga væru viðunandi. Þar sem hér hafa verið samþykkt ákvæði sem við erum andsnúnir, þá hef ég dregið þessa tillögu til baka og tel eðlilegt að gildistími laganna verði tímabundinn og aðeins 2 ár eins og hér lagt til og segir því já. Þingmaður segir já. Hreggviður Jónsson. Þingmaður segir já. Ingibjörn Albertsson. Já. Jóhanna Sigurðardóttir. Nei. Jón Baldvin Hannibalsson. Jón Síman. Nei. Jón Sigurðsson. Nei. Jón Sæmundur Sigurjónsson. Nei. Hjarta Jóhannsson. Nei. Kristín Einarsdóttir. Já. Kristín Halldórsdóttir. Já. Matthías Bjarnason. Já. Matthías og Matthísen. Nei. Jón Kristjánsson segir nei. Tillagan því felld með 22 atkvæðum gegn 20. Fram að við fyrsta tvær málskrið Nei, tveir. Ég hygg að ef samræmi eigi að vera í atkvæðagreiðslu þá verði að bera greinina upp í heilu lagi, en hér stendur greinin orðist svo og í samræmi við fyrri úrskurð og ég vil þá óska þess að það verði lögð fram þá breytingartillaga við 3. umræðu. Fyrsti þingmaður Vestfjarðar tekur til máls atkvæðagreiðslu. Ég mótmæli þeim úrskurði að það sé ekki hægt að bera þessa tillögu upp í tvennu lagi. Hún fjallar óskyld efni í greinin. Í fyrsta lagi fyrri hluti greinarinnar gildistíma þessara laga. Ég andvígur gildistíma lagana, en ég aftur samþykkur því sem kemur eftir ákvæði sem eiga gilda vegna þess að þetta frumvarp varð ekki að lögum fyrir áramót. Svo ég skil ekki þennan úrskurð og ég bend á það í fjölmörgum atriðum hefur slíkt verið gert, bæði í þessari þingdeild, efri deild og hér í þingi áratugum saman. Annar þingmaður Austurlands, hversu bjóst atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, ég vek athygli á því að ég hafði borið fram hliðstæða ósk varðandi breytingartillögu á þingskjali 236 að þar yrði borið upp í tvennu lagi. Ég sá ekkert því til fyrirstöðu að það væri hægt, en forseti úrskurðaði það með öðrum hætti. Mér finnst þessi úrskurður orka tvímælis og ekki vera til þess fallin að greiða fyrir þingstörfum og ég hefði talið rétt að þetta yrði endurskoðað. Ég mun gera örlítið hlé í
eina mínútu eða svo meðan að ég skoða þessa úrskurði. 9 mínútur fyrir 1. Fundi frestað í 3 mínútur. Matarhlé. Já.